Í dæmi 16 er nóg að gera til að finna lausnina fyrir x. Og ég ætla að byrja á því að lagfæra aðeins dæmið, þess að við fáum þetta uppgefið svona. Ég ætla að leyfa mér að byrja á því að snúa þessu við, þannig að þetta verði svona. Ég ætla aðeins að stróka út. Ég geti þetta bara að skrifa þetta á sama hátt og lengst til hægri. En núna er komið að því að finna samnefnara. Samnefnarinn í þessu dæmi, ég ætla að skrifa hann hérna neðst. Hann verður í rauninni þessi hér, x plus 1 svigin x mínus 2. Þetta verður samnefnarinn okkar. Nú þarf ég bara að koma honum inn í þetta dæmi. Þannig ég ætla þá að margfalda hérna niðri með x mínus 2 og líka uppi. Hérna er að margfalda með x plus 1. Það var plus sem er svona einhvern veginn. Og x plus 1. Ég þarf að margfalda með x mínus 2 og x mínus 2. Þannig að við skulum þá fara í að margfalda þetta saman. Þannig að byrjum við því. Byrjum að fá x í öðru mínus 2x. Og samnefnarinn okkar. Svona. Mínus x í öðru plus 3x plus 2. Samnefnarinn okkar. Jafnt og 3x mínus 6. Að nú eru komið sama nefnara alls staðar. Strókum hann út. Eftir stendur x í öðru mínus 2x. Og nú er ég búinn með þetta og er komin hingað. Við þarf að hafa í huga þennan hérna mínus. Hann hefur áhrif á allt það sem er hérna inni. Mínus x í öðru mínus 3x mínus 2 jafnt og 3x mínus 6. Það var jafnt og hérna hjá mér. Og við skulum byrja á að höldu lengra og einfalda hérna, við erum nefnilega með x í öðru að inni. X í öðru mínus x í öðru verður 0x í öðru. Við skulum bara stróka það svona út. Og ég ætla núna bara að færa mig strax í að hafa x-inn vinstra megin og þekktu stærðirnar hægra megin. Það er með mínus 2x mínus 3x og ég ætla nú að færa þetta yfir mínus 3x jafnt og mínus 6 er hérna megin og ég ætla að færa mínus 2 yfir, það er plus 2. Svona. Og út úr þessu fæ ég er með mínus 8x jafnt og mínus
4. Skulum klára restina hérna. Ég er með mínus 8x jafnt og mínus 4. X er þá jafnt og mínus 4 deilt með mínus 8. X jafnt og hálfur. Lokasvar.